Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi og eins og undanfarnar miðvikudaga þá kvótinn á dagskrá. Í kvöld ætlum við að ræða svona hvort að kvótakerfinu hafi tekist eða hafi tekist innan kvótakerfisins að vernda fiskistofnana og byggja það upp eins og var markmið laganna og kerfisins, eða hvort að það hafi bara verið þveröfugt að kvótakerfið hafi leitt til þess að fiskistofnarnir séu bara áleika slæmu ástandi eða jafnvel verri. Til þess að ræða þetta eru komnir hingað fiskifræðingarnir Ólafur Sigurgeirsson og Jón Kristjánsson, sjómenn hérna, Sveinbjörn Jónsson og Ólafur Jónsson. Hér Arthúr Bogason sem formaður sem sjómannáttúrulega og formaður sambands smábátaeigenda og Sigurjón Þórðarsson fyrrverandi þingmaður. Við erum allir velkomnir. Ef ég má byrja á ykkur sjómönnunum, Sveinbjörn, ef ég myndi spyrja þig, tókst kvótakerfinu að vernda fiskistofnana og byggja það upp? Hvað væri svarið? Ég finnst að það væri svolítið brandari að spyrja svona. Spurningin sem var hvort að kvóti myndi duga til að vernda fiskistofna, þá þeirri spurningu bara auðsvara, það algjörlega út í hött. Og ástæðan í sjálfu sér mjög einföld að kvótin náttúrulega bara einhver ákveðið þyngdar hlutfall af einhverjum ákveðnum skilgreindum bíómassa dýrategundarinnar, og til þess átt að sjá því á hverju þetta ekki hægt, þá hann bara veltaði fyrir sér hvernig hægt að endurspegla lífræðin gildi einstaklinga í stofni með kvóta sem bara neutral gjöld tala. Það bara ekki hægt, og ég sagði reyndar í upphafi að það væri hægt að vernda stofn með 300.000 tonna veiði sem hægt væri að eyða með 200.000 tonna veiði, og ég stefndi ennþá við það er engin sýn. Já, skýrðu það aðeins betur út, ég ekki alveg að ná þessu. Hvað er þetta að meina með því? Kvóti þetta er aðferð einfaldamannsins, þumalputtaregla einfaldamannsins sem ekki gerir sig grein fyrir þeim líffræðilega fjölbreytileika sem hann hefur tekið að sér að hafa áhrif á. Og bara sönnunin liggur í þessum mistökum. Þeir hefur tekist á þessum, hvað maður segja, 20-30 árum að hafa á okkur 500.000 tonna þorskafla og eitthvað annað eins í öðrum tegundum vegna ofbeitar sem hefur komið fram á lóðinu og rækju og fleiru. Þannig að svarið bara einfalt mál. Kvótakerfinu hefur gjörsamlega mistekist líffræðilega, og það margoft búin að koma inn sveifla sem verður til vegna þorskstofnsins sjálfs en ekki einhverja manna sem að halda því að stýra á vitrænan hátt með því að nota þessa tæki. Þetta algjörlega ónýtt tæki. Já, Ólafur, þú fyrirverandi skipstjóri, hvað segirðu þetta? Ekki hægt að nota svona bókhaldsreglur til þess að halda utan lífríkið? Nei, þetta alveg rétt. Þetta alveg 100% rétt. Og ég ætla bara að skjótast aðeins Ég ætla að skjótast aðeins tilbaka að sem við hefjum stjórn fiskveiða 1977 með dagakerfinu. Og 1983 kemur okkur mikið á óvart. Við héldum að þetta væri nóg að skammta þessa daga til þess að stjórna fiskveiðum og halda jafnstöðu veiði eins og til stóð 450-500.000 tonnum. Þetta var markmiðið með stjórn fiskveiða. Það sem kemur okkur á óvart að náttúran grípur bara inn í, og þrátt fyrir 125 togara þá fáum við ekki nema 350.000 tonn þarna. Og af hverju segir náttúran? Þetta var ekkert ofveiði en eitt svoleiðis, því að í fyrsta árinu þetta slúppaða niður, þetta 350.000 tonn, alveg óvart, bara náttúran í sinni skýrustu mynd, af því að við höfðum engin tæki til að mæla þetta. En svo kemur 84 með landburður af fiski. 85 og 86 kom landburður af fiski. Af því að
það var bara náttúran sem greip þarna inn í og einhverjum hluta vegna, þá gaf fiskurinn sig ekki til. Þetta horfum við á út á sjó, 100 sinnum. Menna, þú ert í mokveiði, allt í einu hverfur allur fiskur, þú far hvergi fisk, línubátarnir er ekkert að fá, netabátarnir er ekkert að fá og þú ert með tóman pokan. Svo bara allt í einu skeður eitthvað. Það breytir vindátt eða eitthvað og allt í einu er allir konar með fisk. Væl breytist í hlátur. Menna, við getum ekki sagt þetta sem vísindamennirnir hjá Hafró ber á borð fyrir okkur. Það er ekki hægt að mæla fisk með þessari aðferð sem togararallið er. Þetta vissum við strax, þetta bentum við á strax. Það er ekki hægt að mæla fiskinn svona. Meira segja vísindamaðurinn Magnús Jónsson veðurfræðingur, hann hefur skýrt þetta mjög vel út. Það er ekki tekið mark á veðrum, það er ekki tekið mark á stöðu tunglsins, það er ekki tekið mark á ástandi sjávar, það er ekki tekið mark á neinu. Það er bara farið í sömu förin ár eftir ár á sama klukkutímanum. Ég reyndi þetta. Ég reyndi þetta í 20 ár að skrifa inn á straumtöflunar mínar. Hvar var fiskur, skilurðu, þarna og þarna var fiskur. Ég tók allar fréttir og allt setti ég þetta inn. Ég setti veðráttu og allt. Ég setti þetta allt þarna inn. Ég gat aldrei upp á dag, í 20 ár reyndi ég gat aldrei upp á dag farið og sagt, nú fæ ég fisk. Aldrei. Eina sem þetta gaf mér var einhvers konar svona sveiflur, þarna gæti verið fiskur, þarna gæti hann gefið sér til kannski næsta straum eða eitthvað svoleiðis. Ég gat aldrei gengið upp á dag eins og þeir ætlast til þess að þeir geti gert. Svo er stóra máli. Risastór vísindaakademía þarna NOAA í Bandaríkjunum sem er tengdin á alla háskóla í Bandaríkjunum sem eru með sjávarútvegslíffræði. Þessi risastofnun, hún fær í hendurnar hvað kalla þetta rall, þetta togararall til þess að nota upp í Alaska og við sína mælingar, þeir eru líka með Hague fyrir vestan Seattle og þar niður eftir ströndinni. Þeir reyndu þetta, þeir hentu þessu. Þeir sögðu að besta sem þetta gæti gefið væru vitlausar upplýsingar. Svoleiðis að núna erum við að fara að búa til, eins og var bent á, einhver mengi sem hægt er að segja við eigum þetta mikið af fiski og með að taka 25%, 20% eða 15% af þessu fiski, þeir hafa enga tölu til að taka af. Ég hef hann ekki, það hefur enginn þessa tölu og bara til að stytta þetta, við höfum aldrei fengið 450.000 tonn í kvótakerfinu á einu ári. Það segir allar sögur og við vorum að fá 450.000 tonn að jafnaði fyrir kvótakerfi. Við höfum aldrei fengið þetta í dag, búin að tapa 100 milljóna á hver einasta ári út af þessu. En Óli, þú ert að segja að þú skilir ekki fiskinn í sjónum og Hafrannsóknastofnun skilir ekki fiskinn í sjónum. Hafrannsóknastofnun býr til mynd af einhverju módeli sem er bara fantasía og er ekki til. Ertu að segja það að mannskepnan bara geti ekki skilið og metið hversu mikið má veiða? Við höfum höfum ekki þekkinguna til þess að geta gert það. Þannig við verðum bara að treysta á gamlar aðferðir, veiða vel í góðæri og svo veiðum við minna þegar það er minna fisk og þá þurfum við kannski að takmarka sóknin eitthvað. Eins og ég sagði á það, sko, ég kunni mig mjög vel í sóknarmarkinu sem var fyrir. Ég var rólegur með þá stjórnun þar sem var talað við komum saman alltaf jólaleitið, þá var þessi skipstjórafundir, þar sem komu einn frá ráðuneytinu og svo skipstjórarnir á svæðinu, skipstjórar og stýrimenn og svo voru fiskifræðingar.
síðan voru á grundvalli þess, þetta var farið í alla landsfjórðunga, á grundvalli þessara funda, þar sem var talað hvernig ástandi væri og menn báru saman tölur og annað þvílíkt, að þarna var tekið mark á öllum. Það komu allir að borðinu og þarna var tekið mark á öllum. Að út úr þessu komu dagarnir sem við ákváðum að veiða þetta árið. Þetta álag þótti okkur í lagi að beita þennan stopp. Þetta voru vísindi. Núna þetta ekki vísindi að hafa búið að henda okkur allum frá borðinu. Nú sitja þeir bara þarna í sínum turni og vita þetta. Þeir bara vita. Ég veit ekkert þetta. Ég var þetta í 20 ár fyrir framan skjáin hjá mér. Ég vissi ekkert ég stóð upp úr stólnum. Nei, og hafa fáir reynt mikið á sig að hugsa eins og þorskur eins og þú. En þú ert að segja það að á þessum tíma þegar menn sátu við borðið að það voru fiskifræðingarnir, en svo komu skipstjórarnir með sína reynslu að sambræðsla úr þeirri reynslu og þekkingu væri það svona það næsta sem við getum komist á því að skilja þetta flóknarkerfi. Já, það hefði verið stórkostleg mistök að henda skipstjórunum út og sitja bara eftir með módelið sem er fengið út með togararalli og ýmsum öðrum aðferðum. Já. Og þarna þessar tölur sem var talað voru tölundar frá okkur. Það var tekið hver var aflinn á sóknareiningu þarna. Núna til dæmis, ég ætla að segja eitt bara lítið dæmi snöggt þarna úr Breiðafirðinum þar sem ég var að veiða beitukónginn. Við vorum bara að dúlla okkur þarna með beitukóng og svo náðist betri árangur breyttum kerfi og svona og við vorum með besta árangur þarna árið sem þeir koma allt í einu og sögðu þeir fyrir 700 tonn á ári þá má veiða 300 tonn. Við vorum ekkert að veiða svona mikið en það má veiða 300 tonn. Hvað höfðu þeir fyrir sér? Þeir höfðu ekkert, þau aldrei farið þarna út á sjóinn og þeir skáru niður veiðina þótt að ég væri að fá meira á sóknareiningu síðasta árið. Þótt ég sýndi, það var alveg kristaltært að það var meira á sóknareiningu. Þá skáruður 700 tonn niður í 300 tonn. Þetta gerðu þeir í sæbjúrum og þetta gerðu þeir líka í ígulkerjunum. Það voru engar upplýsingar að það baki. Engar. Ok. Arthur Bóasson, hvað segir þú ef að ég myndi spyrja þessar sömu spurningar? Hefur tekist að byggja upp og venda fiskistofnuna inn í kvótakerfinu? Já, því nú bara mjög fljótt svarað því að ég er langt hrifnastur í því að nota bara tölurnar sem að koma út úr veiðum og út úr ráðgjöf og ég er nú búin að margfara yfir þetta undanfarið í fjölmiðlum og eitthvað fleira en ég hef ekki heyrt einn einasta pólitíkus taka upp þessu spurningu sem hann lítur að liggja á bak við þetta en fyrsta reglugerðin sem var gefin út varðandi leyfilegan heildarafla var gefin út í febrúar 1984 af Halldóri Ásgrímssyni og þá voru leyfð samkvæmt reglugerðinni, það var síðan aðeins bætt við það en bara taka reglugerðina eins og hún var í upphafi og þá voru leyfð 220.000 tonn slétt og núna kvótaárið 21 til 22, 37, 8 árum síðar þá vorum við með 417 tonnum meiri leyfilegan afla heldur en var þá. Þannig að það er búið að taka 37-8 ára að byggja þorskstofninn upp 417 tonn samkvæmt þessu. Það er ekki alveg í samræmi við svörtu skýrsluna sem var gefin út 1972 þar sem að Hafró voru mikinn og sagðist ætla eða taldi að það væri hægt að veiða 450 til 500.000 tonn af þorski og 850.000 tonn af botnfiski ef þeim yrði bara hlýtt. En það er ekki bara með þorskin, ef við tökum ýsuna þá var leyfilegur heildarafli á ýsu árið 1984 60.000 tonn. Hann er 41.000 tonn núna, rúmlega. Það er endar dálítið gaman aðeins, það er 41.229 tonn. Þannig að þetta er reiknað upp á fisk. Upp á ugga bara, upp á ugga. Já, nákvæmlega. En síðan koma náttúrulega glæsileg tíðindi af ufsanum, það voru leið 70.000 tonn þarna 1984 en
útgefin uxakvóti í ár er 77.381 tonn. Þannig að þar hefur tekist alveg glæsilega til að 10% aukning þarna í ufsanum. En svo fer nú aftur að syrta í álinn þegar það verði í steinbít. Þetta voru 7 tegundir sko, sem voru settur í fyrstu reglugerðina. Að steinbíturinn árið 84 voru 15.000 tonn leyft. Á síðast ári, fyrir þetta ári er það 8.933 tonn. Eitthvað hefur nú klikkað í uppbyggingunni þar. Síðan kemur karfinn og það náttúrulega er alveg ótrúlegt sko, að árið 84 þá voru 110.000 tonn gefin út í reglugerðinni en núna 36.700 tonn. Og grálúðan, það er mjög gott dæmi, það voru 30.000 tonn þarna í gamla daga, það eru rúm 15.000 tonn núna, það er 50% niður. Og skarkkolinn, þá voru gefin út 17.000 tonn, en núna síðast fyrir þetta ár þá er gefið út 7.800 tonn, eða átti 10.000 tonn niður. Og svo náttúrulega er gaman að rifja upp fleira að það er verið að þjarka núna með að kvótasetja eða breyta úthlutuninni á sandkolanum. Það er bara örfá ár síðan að það var gefin út sko 7.000 tonna heildarkvóti, ráðgjöf frá Hafró. En ráðgjöfi núna fyrir 21-22 er 313 tonn. Það er svona cirka 4,5% af því sem að ráðgjöfin var fyrir nokkrum árum síðan. Og svo eru menn í alveg að velta fyrir sér þeirri spurningu hvort það sé hægt að byggja fiskistofna með kvótakerfi. Ég bara þekki ekki dæmi það, hvorki hérlendis eða erlendis. En ég náttúrulega veit ekki alltaf skapaða hlutina, þannig ef einhver veit betur þá væri mér fengur að þeim upplýsingum. Þú vilt ekki pröfa önnur 37 ár, svona, það gæti gengið betur næstu 37 árum, þetta ekki gengið eins og lengra til. Ég meina, miða við delluna sem er í gangi, þá getur maður alveg trúa því að þetta kvótakerfi verði ennþá í líði eftir 37 ár. Því það er eins og ég var að segja, í pólitíkinni. Heyrið einhverja pólitíkus að vera að spyrja þessara spurningar? Sko ef við tökum heildina, það er mjög athyglisvert að þessar 7 tegundir 1984 þá var samtalsleigulegur heildarafli 522.000 tonn og þótti nú lítið. En núna 21-22 þá er þetta komin niður í 407.000 tonn og þykir alveg stórkostlegt og það eru sendir út prelátar af örkin út sem allan heim til þess að bera boðskapinn út sem alla heimsbyggðina. En má ég aðeins spyrja þig er ekki svarið sko, sem að kæmi að annars þar voru ekki svona kvótakerfi og þá bara hvarf þorskstofninn við nýfundnaland eða eitthvað staðar að ekki verið betra að hafa ekki kvótakerfi að þá hefur ekki einu sinni þessi 4.000 tonn. Já, neini, þetta er ekki svona og þessi uppákoma við nýfundnaland þegar þorskurinn hvarf að það hefur aldrei verið sýnt fram á það að það hafi verið einhver ofveiði og slíkt. Það er til dæmis, ég hef nú verið í mjög góðu samstarfi og sambandi við veiðimanna og fiskimanna samtök á Nýfundnalandi, FFAW heitaði, að þeir til dæmis voru nú að spyrja spurningar sem hefur nú aldrei verið svarað þegar þorskveiðibannið var sett á Nýfundnalandi á sínum tíma. Að á sama tíma og þorskurinn hvarf þá hurfu fullt af öðrum tegundum sem þeir voru ekkert að sækjast eftir. Það þótti þeim nú þessum gaurum sem voru nú bara fiskimenn og ekki með langar skammstafanir fyrir aftan nöfni sín benda til þess að það væri eitthvað í náttúrunni sem væri að gerast en ekki endilega eitthvað sem væri hægt að skella skuldinni á fiskimenn. En sko kvótakerfi hafa verið keyrð víða og það er spegilland Íslands á hnettinum, Nýja-Sjáland, það meiri segja var lítið á undan okkur að taka svona framsennilegt kvótakerfi. Og hvernig hefur nú gengið að byggja upp stofnana þar? Það hefur komið til álita að svipta á vottunum og annað slíkt vegna þess að það hefur gengið eitthvað treglega. Og svo ef við förum bara heim aftur, við þurfum ekkert að fara út fyrir landsteinana. Það
frábært dæmi núna í gangi varðandi humastofninn. Hann núna komin í bann og hvers vegna? Getur það verið vegna þess að ráðgjöfin bara röng og ég sjálfur þeirra skoðunar að það sem hefur vantað inn í þá ráðgjöf ósköp einfaldlega það í staðinn fyrir að gefa bara aflaráðgjöf þá þarf Hafrannsóknastofnun að fara að koma sér að verki í að gefa veiðarfæraráðgjöf. Því að miðins og humamiðin, þar sem dregin þung veiðarfæri, stanslaust eftir þeim, það tekur langan tíma að eyðileggja þetta, mínu viti. Ég hef ekkert fyrir mér annað en bara svona það sem ég kalla mína common sense. Að það tekur langan tíma að eyðileggja stór mið og gjöful mið, en ég held að þeim sé bara að takast það. Þannig að ef þið fara nú í gamlar heimildir hjá Hafró þá vill nú það með til að humarinn ég held jafnvel, Jón Kristjáns getur nú leiðrétt mig ef það ekki rétt, en ég held að humarinn hafi verið fyrsta tegundin sem var sett í kvóta á Íslandi eða svona einhvers konar aflamark. Og þá í upphafi var talað það að ef það nú veitt skynsamlega samkvæmt ráðgjöf og tillögum, þá gæti jafnstöðu afli í humri orðið 3.500 tonn. Og núna, öllum þessum árum síðar, þá 0. Þannig að mér finnst spurningunni vera margsvarað. Aflamarkskerfi bara virkar ekki til þess að byggja upp fiskistofna. Það virkar til þess að byggja upp nokkur risafyrirtæki í greininni. Það hefur virkað alveg skratti vel. Herðu, en ég gefst ekki upp. Ég ætla að spyrja Ólaf Sigurgeirsson. Hægt að venda og byggja upp fiskistofna með kvótakerfinu? Já, þakka þér fyrir að spyrja. Ég ætla nú fyrst að segja að þú kynntir mig sem fiskifræðing. Ég er nú lítill fiskifræðingur, fiskalífeðlisfræðingur og sérfræðingur í fiskeldi. Það er uppfinning djöfulsins að mati Arthurs, en við skulum ræða það betur seinna kannski. Ég á nú ekki gott með að svara þessari spurningu, en reynslan þetta að segja okkur að svo sé ekki af einhverju ástæðu. Það þetta komið fram að væntanlega þurfa menn að átta sig á hversu mikið hægt að sækja í hvert stofn. En þá þetta fyrsta versið að vita hvernig hann hversu stór hann og hvernig hann samsettur. Og annarkort hefur brugðist miðað við þetta ágætlega ræktartölur hjá Arthuri áðan á hver árangurinn hefur verið. Þannig að þetta snúið. Ég fagna ef reglustikan gæti verið rétt, þá það bara að mæla eitthvað vitlausa hlut, eða þá að reglustikan vitlaus ef það að mæla rétta hlut. Það eitthvað að. Já, það greinilega eitthvað að, og það auðvitað mjög kærkomið, þess vegna sem ég jánkaði því að taka þátt í þessar umræðu að hún allt of lítil í íslensku samfélagi. Við þurfum auðvitað að vera látlaust að tala fiska og fiskistofna og hvernig þeir eru mældir og metnir og hvernig þeir eru veiddir. Og áðan nefndi Arthur og kannski fleiri að það gefin upp stofnstærð og veiðileyfi upp á kíló. Já, og maður spyr sig hvað á þetta þýða. Og nafni minn myndist á stundum drófan fisk og stundum ekki, en við erum ennþá föst í eitt aðal mælitækið á botnfiski boðarar og ekki hvað þetta annað búið að sýna fram á að menn eru bara að veiða miklu meira rétt utan við strikið sem að dregið eftir. Það náttúrulega þriðji möguleikin að það sé allt rétt hjá Hafró, en hins vegar sé svo mikið svindl í kerfinu að þess vegna sé grafið undan
veiði í ráðgjöfinni með því að það sé meira veitt, svindla fram hjá vikt, afla hent, þannig að raunverulega hafi sko sjómennirnir eyðilagt systemið og útgerðarmennirnir. Já, það er kannski sjónarmið. Það hlýtur þá að ætti þá að vera í býsna miklu meira umfangi heldur en ég get ímyndað mér eiginlega. Og það er auðvitað stórbroti ef það færi fram hjá yfirvöldum eða þeim sem eiga að gæta að, sko. Svo er þriðji möguleiki, eða fjórði möguleiki sem eins og Ólafur var eiginlega að segja, Ólafur nafniðinn skipstjóri, að kannski er þetta bara svo flókið að við getum ekki komið með svona ráðgjöf upp á kíló og tonn, þannig að við verðum að byggja á einhverju svona samblendi af reynslu, það er ekki svona eitt þekkingamunstur sem að getur náð utanum þetta. Gæti það verið? Hvað segir vísindamarinn við því? Já, ég tek undir það, þetta er þetta gríðarlega flókið og í hans máli sko kom líka fram að menn taka ekki nógu mikið mark á veiðimönnunum sjálfum, sjómönnunum sjálfum. Ég veit ekki betur, þekki það ekki nákvæmlega en er að pæla í því að nú er sko hver koppur sem er á flot dreginn þarf að halda afladagbók og í hérna eru færðar margvíslegar og mikilvægar upplýsingar og í raun og veru eru það látlausar fiskinarsóknir og ég er ekki viss að þær séu nýttar nægilega mikið miðað við gildi þeirra eiginlega. Nú er verið að setja alla mögulega hluti í risastóra algoritma til að reyna að lesa út eitthvað skynsamlegt og ég held að afladagbækur og þau gögn sem að þar kom inn hljóti að geta gefið í það minnsta góðar upplýsingar ástandið eins og togararall sem er haft ykkur fasti alveg síðan það hófst. Bæði tókslóðin og veiðarfærin og svo framvegis. Hérna getur að verið þá að menn hafi á sínu tíma farið út í að nota togararall vegna þess að það var bara ekki til reiknigeta til þess að vinna út úr afladagbókum allra báta, en núna höfum við getuna til þess að gera það og við sjáum það bara í alls konar vísindagreinu hvað menn geta dregið inn miklu meiri upplýsingar inn í svona reiknidæmi sem núna, eins og bara í hagfræðinni Piketty, hann getur bara tekið allar hagtölur í heiminum og dregið út einhverja sko stóra ályktanir af því. Getur það verið að Hafró sé föst í svona nálgunum sem að byggðu á takmarkari reiknigetu á þeim tíma sem að eiginlega ekkert vandamál lengur? Getur það verið? Já, það má vel vera að ég veit svo sem ekkert reiknigetuna en menn eru bæði í þessum bransa og víðar ákveðlega hrifnir að búa til alls konar líkon en síðan eru þetta álitaefni hversu vel líkanasmíðinni tekst að endurspegla veruleikann og þá eru þetta raunmælingar bestar. Mér sýnist að er ekki rétt að mér að mér séu byrjaðir að merkja fiska aftur í meira mæli heldur en var allavega síðustu áratugi. Það finnst mér nú svona góðs viti allavega að bæta því í auknum mæli inn í stofnstærðarmatið eða stofnstærðarmötin. Til þess að átta sig svona á hegðun fisksins hvað hann er sem hann veldur í togararallinu. Endurveiðir hlutfallinu, já. En þetta ekki þetta nú betur fiskifræðingar sérhæðir heldur en ég. Já. Þá skiptum við bara yfir á Jón Kristjánsson sem er fiskifræðingur sannarlega. Jón, hvað ef ég spyrir aftur sömu spurningarnar, ég nú byrja að gruna hvert svarið hjá okkur öllum hefur tekist að vernda og byggja upp fiskistofna innan kvótakerfisins?
Nei, fyrir það fyrsta þá ekki nauðsynlegt að vernda fiskistofna þannig maður nýtir þá. Það frumatriði. Það skiptir eiginlega ekki máli hvað stofnin stór, heldur hvaðan vex. Hver vöxturinn ef að fiskur þyngist, hættur að þyngjast að þið ekki að geyma. Og við sjáum það bara á tölfræðinni að aflinn hefur minnkað og við getum aðeins skoðað á eftir það. En sko, það hefur alls ekki náð þetta markmið. Við blésum til stórs fundar þarna í Norræna húsinu á sínum tíma. Ég verið hjóluðum 4 í Hafró og kerfið og það var nú ekkert smá læti út af því. Og þarna sögðum við að það ekki hægt að ná árangri með því að friða fiskstofn sem í svelti. Þá hafði fiskur, ég man ekki, 7 ára fiskur hafði farið frá 6 kílóum niður í 7, nei, 7 kílóum niður í 6, eitthvað svolítið. Fiskstofninn minnkaði í útreikningum vegna þess að einstaklingarnir léttust. Og það bara reynsla í allri líffræði. Það ekki hægt að friða dýr sem í svelti. Til dæmis, hvað heldur að gerðist hjá bónda sem að hætta að slátra? Og fær að missa fé, alltaf myndi kaupa sér land. Sennilega ekki. Þeir þekkja þetta, það eru búið að nýta, sjáum mývetningarna, þeir eru búin að nýta egg í 100 ára, það allt í lagi. Færeyingar, þeir eru með ítöl í fjöllin sín og kindum og svo framvegis. Og við reyndum að útrýma hér fiski á Íslandsmiðum, það var öllum þjóðum frjálst að koma og reyna og þeir komu hér í gríðarlegu mæli togarar erlendir og íslenskir og allir reynda að veiða og það tókst aldrei að klára þorski. Það var bara jafn afli. Og svo fundum við það út að þeir þannig að Hafró-liðið að það væri gott að lofa honum að vaxa meira. Það segja ekki drepa hann 3 ára, heldur ekki fyrir 4 ára og þeir stækkuðu Moskvan og svo minnkuðu þeir veiðiálagið auk þess. Það þýddi það að það var 80% minnkun í afla á 3 ára fiski. Það þýðir að þeir bættu á jötuna fóðrið heilum árgangi af þorski. Það kom fyrst fram í auknum afla, það var auðveitur fiskur og við fórum þarna 82 held ég upp í 480.000 tonn með bremsukerfinu sem var sóknarmarkið. Það mátti ekki veiða þorsk allan tíma. Það var til þess að veiðin hélt ekki aftur af stækkun stofnsins. Sem þýddi það að hann fór inn í hungursneyð og röndi úr hungri. Þegar það gerist að deyr mikill massa fiski, þá var það lífskjör betri fyrir hina og þess vegna veiddi Óli miklu meira árin á eftir. Þessu hefur verið haldið áfram og þetta alveg í blóra við alla líffræði. Það þarf að veiða. Við sjáum þetta mjög vel, búin að sjá þetta í 100 ár í Silungsvötnum. Ef maður veiðir ekki þá fer vatnið í órekt, fiskurinn smár og ljótur og kynþroska og ormafullur. Og það hægt að laga þetta með því að veiða meira og veiða fyrst og fremst smáfisk. Þá rýmist og það hverfa sníkjudýrin og ástandi verður miklu betra. Þetta reynsla fyrir þessu. Þetta eru ég og fleiri búin að segja í 39 ár. En það bara ekki hlustað á þetta. Og hvað varðar humar, þetta á við þorsk. Þetta bara nýtingu á lífsstofnum. Akkur haldið að bændur slátri lömbum en ekki fullorðum kindum. Og akkur eru kjúklingadreknir og grísir. Akkur ekki látið vaxa svolítið meira vegna þess að það kostar fóður. Þá þegar fyrst dýrið eldist, þá hættir að minnkar vaxtarhraðinn og þá borgar sig ekki að fóðra meira. Það borgar sig að koma með nýja. Þá þeim slátrað þessum ungu og gesturnar fá að halda áfram. Ef menn hætta að slátra í svínabúi, þá bara ein leið og það gjaldþrot. Nú varðandi humarinn, þá nú skiptar skoðanir það. Ég hef ekki þá trú að það sé ofveiðaræði eða skemmdabotni því ég var að vinna bæði í Skotland og Írlandi
og þar var ástandið þannig, þetta var 2003, að það var verið að herða þorskkvótann og lýsu og ísu og allt þetta, og þeir fengu bara að fara á humar í staðinn, af því það var frjáls veiði á humri og hefur alltaf verið síðan, og það voru allir á humri, stóri togara með 2 troll. Írarnir sögðu mér það að það yrði að veiða stöðugt, og það yrði að veiða stöðugt vegna þess að humar étur undan sér. Og ef þeir hafa prófað friðasvæði og eftir 3-4 ár þeir voru að gáa árangrinum, þá var ekkert nema nokkuri stórir sem voru búin að éta niður ungviði. Og 30 ára rannsóknir kollega minns í Svíþjóð, það var sýnt það á vatnahumri að það þarf að vera visst jafnvægi á milli veiðana og fjölda stórra dýra, því að það verður að hjálpa veiðunum til þess að grisja ungviði, þannig að verði ekki offilgum, svo frávegis. Þannig að írarnir, eins og segja, þeir draga sama parið dag eftir dag í árið út í 30 ár. Það er alltaf sveipað í trollin. Þannig að það er ekki beint veiðin, en sko það er annað að þetta fæst ekki eins og rætt. Það getur vel verið þetta sér della. En af hverju prófa menn ekki til dæmis, það eru mörg humarsvæði, humarbleiður. Af hverju setja þeir ekki mismunandi veiði á það til þess að sjá hvað gerist. Og það voru tugir báta á humri. Það er ekkert svoleiðis núna. Og humartrolli má ekki grafast niður, þá er allt fast. Þetta svífur yfir botninn og það eru rannsóknir sem hafa sýnt að til langs tíma þá virðist þetta ekki hafa nein áhrif á humarinn. Og svo er annað að það er hægt að veiða vertíðafisk. Hann fer beint af Selvogsbanka yfir á humarbleiðina fyrir sunnan land til þess að hlaða batterið eftir hrygninguna. Og Hafró var búin að gera rannsóknir á því að það sé talsvert afráð frá þorski yfir á humar. Samt er ekkert gert í málinu. Þetta er alveg stórkostlegt. Viltu bregða upp kannski, allt í lagi? Já, þú ert hérna með 2 myndir með þér, ef við fáum bara mynd 1 núna. Já. Hún kemur á skjáinn, þessi hérna. Já, þetta er nú bara sagan frá því fyrir stríð. Þetta er Arthur sem að gerði þetta. Sko, það er hérna, já, þetta er frá því fyrir stríð. Og við sjáum hvernig aflinn vext þegar togararnir fara að koma til stríð og 55 er mikið. Síðan fer aflinn í 400.000 tonn, það er nú ekki boðalega mikil minnkun, en þá förum við að færa út landhelgislínurnar og við sjáum það að eftir því sem við ýtum fleiri togurum út, þá minnkar veiðin. Og ég var að lesa það núna í bókinni eftir hann Þorleif Ólafsson, að við það að færa út í 12 mílur frá 4 og mistu togararnir 70% af veiðisvæðinu sínu. Megnið af fiskinu var veitt fyrir innan 6 mílur. Og menn kunni ekkert og svo þegar menn voru komnir út fyrir 12, þá kunnu þeir ekkert á miðin, þeir eru aldrei verið þetta. Og svo förum við og færum út og þegar við förum í 200 mílur, þá fara allir Bretarnir. Bretarnir fara nú reynda við 50 mílur og það minnkar aflina því að hækkar skipum. Síðan erum við einir og kaupum togara alveg í gríðaðir. Þá rýkur aflina upp í þetta, nærri 500.000 tonn. Og síðan hrynur hann 83, þá kemur kvótakerfið. Og svo koma þessi rífandi árin, svo Óli segði, og svo þá fyrst farið að stjórna af alvöru þegar við komnir út í 200 mílur og það búið að setjast í kvóta þarna, 85, þá hægt að fara að stjórna. Og þetta nú árangurinn að það fer bara niður, það aðeins upp þarna restina, þetta náttúrulega ekki neitt. Þetta sko minna heldur en skandalveiðin 83 sem var ekki 350.000 tóli, heldur 300.000 tóli. Og hérna, við nú búið að skera niður 15%. Það kemur mest niður á trillugarðin. Þannig að þetta bara hlutur sem hefur ekki gert neitt nema minnka aflan þúsundir milljarða króna. Viltu sýna hitt grafið áður en að við höldum áfram með það? Já, alltaf leið. Já. Nú, fyrsta markmiður var
að með því að lofa fiskinum að lifa lengur, þá myndi hann vaxa. Það reyndist ekki rétt og það kom strax í ljós að það var ekki svo og þá áttu menn að hætta og fara aftur í gamla kerfi og segja, nei, þetta tókst ekki þessi tilraun, en þeir héldu áfram í 30 ára viðbót. Þetta, annar markmið var það að með því að friða, þá fiskurinn stærri og hrygningarstofninn myndi stækka. Hrygningarstofninn þessi rauðalína sem við sjáum hérna og við sjáum það að hann fer langt upp, þar að segja þorskstofninn varð stór og niður og upp og niður eins og eðlilegt í náttúrulegum stofnum. Síðan, við sjáum þessa línu þarna, láréttu línurnar, það fyrir kvótakerfi, þá nýliðunin búin að vera mjög lengi 220 milljónir fiskar. Eftir kvótakerfi þá fer þetta heila tröppu niður, það þarna 88 og þá nýliðunin komin í 130.000 einstaklingar. Og alveg sama þó að hrygningarstofninn stækkar upp úr öllu valdi, að þá nýliðunin ennþá mjög lítil og ástæðan, það ekki pláss fyrir ungviði. Það ekki... Ef ég má nota líkinguna þína áðan þá þetta svínabú sem fullt af gildum sem að éta fóðrið frá gríslingunum sem að repast hana bara. Já, og gríslingarna líka. Og gríslingarna líka. Þetta svakalegt. Já, þetta bara svakalegt og þetta alveg förðulegt að menn vilja ekki einu sinni ræða þetta. Það ennþá í þetta einfaldar líffræðilega reglur og hættir að slá túnið, þá sprettur það úr sér og verður að flægi. Og til þess að fá hekki hjá þér, þá þarf þetta að klippa það á hverju ári, ekki satt? Við kannski tökum eitt þátt að ræða þetta, á hverju við trúum Hafró, þrátt fyrir ekki að benda á það, kannski ættum við að fá bara heimspekinga og sálfræðinga og slíkt fólk að borðinu til þess að átta þessu af hverju samfélagið fast í þessum trúarbrögðum. Ef að kalla það hagsmunagæslu? Hver græðir á þessu? Kvótaeigendur, eða kvótahafar, fyrir ekki. Já, ok. Sigurður Þórðarson, ég veit ekki hvort ég spyrja þig að því, hefur kvótakerfinu tekist innan kvótakerfisins að byggja upp fiskistofnana? Það var að taka mute af. Heyrðu ekki með? Jó, núna, takk. Það hefur allavega ekki tekist að auka afla í þessu kerfi og ég vil nú taka undir það með það sem Jón segir að við höfum ekkert endilega að horfa á reiknaða stærð stofnsins, það skiptir engu máli, heldur runni vöxtinn. Og það vöxturinn á hverju tíma sem við ætlum að ná í. Og ég vil segja það, eins og þessi stjórnun hefur verið á síðustu áratugum og einhver nemandi, af því að nú verið að kenna vistfræði af og til í fjölbrautaskólanum hérna, myndi koma með þessa aðferð sem Hafró að beita, það myndi einfaldlega fá rangt á próf í vistfræði. Það auðvitað ekkert vit í því að taka einhverja fasta kílótala tölu fjölda af einhverjum stofni heldur það bara einfaldlega líffræðilega og vistfræðilega gengur það ekki upp. Og hvers vegna erum við föst í þessu? Og þá ágætt að líta aðeins tilbaka og skoða hver bjó til þessa reglu. Og það var gert hér á 10. áratugnum, þá var búin til fyrsta aflareglan. Og hún búin til af mönnum sem hafa ekki mikla líffræðilega þekkingu. Það eru 5 hagfræðingar sem tóku þátt í að gera fyrstu aflaregluna og svo var það þáverandi forstjóri Hafró, Jakob Jakobsson, sem var nú litaður af því að síldin, hún hvarf og hann kenndi þá ofveiðinni einnig en það eru líklega aðra skýringar sem að má rekja til þess að hún hafi minnkað verulega. Og síðan var það stofnvistfræðingur LIU. Það sem gerist í kringum 1990 það að þá byrjar framsalið, þá sjá einhverju leyti útgerðarmenn að hagi því
að búa til eina köku sem að þeir geta þá síðan eignast sína sneið af og jafnvel gramsa til sín aðeins stærri sneið á næsta ári og þannig að þeir telja að þá fara að verða svona einhvern veginn ákveðin hagsmuna, samþætting á milli Hafró og útgerðarinnar. Áður voru útgerðarmenn brjálaðir yfir ráðgjöfinni og vildu fá aukið frelsi. En þarna myndast einhvern veginn svona vanheilagt samband þar sem að menn vilja tryggja sína sneið og það kemur engin gagnrýnin spurning frá hagsmunaaðilunum í útgerðinni. Því að þeir vilja ekki raska þá þessari kórónu sem að Hafró á kökuna sem þetta skipta. Og það sem að alveg ljóst að þarf að horfa til fleiri þátta ef maður að nýta villta dýrastofna og sérstaklega fiskistofna. Að það ekki bara fjöldin eða áætlaður fjöldi eða áætlaður kílóafjöldi. Þetta eru í fyrsta lagi þá eru þetta bara útreikningar. Það mjög mikil ónákvæmni í þessum útreikningum. Heldur miklu nær að skoða aðra þætti. Það bara svona líffræðilega kennitölur. Ef að fiskar í stofni eru til dæmis að hægja á vexti, að þá bendir það eindregið til þess að veiðin sé ekki áhrifavaldur. Það er þegar það er að draga saman þá vöxturinn, að þá er of lítið að bíta og brenna fyrir hvern einstaklingi í stofninum heldur en áður. Þannig að það gefur til kynna að það megi bæta verulega í veiðar þegar að vöxtur einstaklingar að draga saman. Sama má segja ef að, eins og hann benti hér á Jón Kristjánsson, þegar nýliðun minnkar, þá bendir það eindregið til þess að það megi bæta verulega í veiðar. Og svo kannski í þriðja lagi að þegar maður horfir á að þeir eru að verða kynþroska yngri í stofninum einstaklingarnir, þá bendir það einnig til þess að það megi bæti í veiðarna. Leið og vaxtakúrfan fer að beygja að þá er líklegast á fer fiskurinn í kynþroska og Ólafur Sigurgeirsson getur þá alveg vitnað þetta bara úr sínu eldi. Að þetta er svona svörun í þeim efnum. Þannig að við erum kannski svona föst í einhverju hagfræðimódeli og það eru sömu aðilarnir alltaf fengnir til að endurskoða þetta. 2007 þá var Sveinn Agnarsson sem er núna á að leiða einhverja vinnu eða skil rétt í endurskoðunni sem stendur fyrir dyrum. Hann lagði nú bara til að þorskuðum verið hætt í 2 ár. Og svo kemur annar hagfræðingur 2010 sem er núna varaformaður Daði Már Kristófersson og svo er önnur endurskoðunum 2018 og alltaf eru það hagfræðingar eða einhverjir menn sem eru ekki að pæla í þessum hlutum, þessu líffræðilegu þáttu sem hafa verið hér til umræðu í þættinum, sem að mér finnst svona eitthvað að segja, hafa verið bara settir algjörlega til hliðar og það eru eiginlega svona hagfræðingar og reiknisfiskifræði, þar sem að lögmálum vistfræðinnar hafi verið bara ýtt til hliðar. Sigurjón, má ég pröfa að spyrja því að Jón sagði að vera hagsmunir sem að réðu því að við heldum þessu kerfi áfram á þess að þótt að væri hægt að benda á það væri ekki að gagnast. Getur útskýrt það hvernig getur sá sem á mikinn kvóta grætt á því að aflinn verði minni? Ef menn fara að raska þessu kerfi sem þeir eiga sneið af og svona eða gera tilkall til og að það eru rauninni Hafró sem býr til mengi sem sneiðin er úr og ef að menn koma og segja eins og allt bendir til, ég meina ágústleysi
30-40 ár að þetta sé ekki alveg eitt mengi, heldur sé þetta flóknara. Að þá eru þeir sem að eiga sneiðina eða telja sig eigana ekkert vilju til þess að skoða hlutinu upp á nýtt. Svo eru þetta aðrir hagsmunir sem eru hagsmunir Hafró og þegar þú hefur haft rangt fyrir þér að þá tekur það líka svolítið á að viðurkenna það einfaldlega að þú veist svona heldur minna og að forsendurnar séu rangar fyrir því sem að þú ert búin að predika í kannski 20 ár. Og þetta er auðvitað ákveðið átak og þegar maður að breyta hlutum að þá þurfa einhverju leyti menn að koma standandi út úr því og það er mjög erfitt fyrir þá sem hafa verið að vinna forstjóri Hafró núna í þessu kerfi 25 ár og segja þetta er ekki alveg svona eins og ég hef búin að vera að halda fram. Þannig að það er orðið ákveðnir hagsmunir þar líka sem þarf að gefa mönnum þarna innandyra einhverju undankomuleið úr þessari vitleysu. Við erum svona friðarsamninga, þannig að við þurfum friðarsamninga, þannig að við sættum því að þeir megi halda krím kannski en fari ekki lengra, við fáum að halda Úkraínu. Já, þetta er spínusnúið og svo er þetta það að ef uppi staðið þá held ég að það sé það mikið tækifæri til aukinna veiða að menn færða hann bara að fara að játa það þó svo að einhver fiskur sé ekki með Vestmannaeyja þá er alveg galið að draga það frá einhverju sem veiðist út af Vestfjörðum eða inn í Skagafirðinum. Þetta kerfi er bara bókhaldslegt kerfi sem er búið til að hagfræðingum og gott sá sem var ekki formaður fyrstu nefndarinnar hann er núna stjórnarformaður Arion banka og það eru þarna frægnöfn sem hafa verið í þessu og sum ár eftir ár og á meðan að líffræðilegi svona þættinir þeir hafa verið settir til hliðar. Það eru auðvitað spurning eins og með náttúrulegan dauða. Það er hægt að gera tilraunir og með merkingum og skoða þann þátt og það hafa verið gerðar tilraunir sem að benda eindregið til þess að hann sé stórlega vanmetinn, sérstaklega yngri aldurshópum. Og ef að það þá er þessi aðferð gagnslaus. Og síðan er þetta það sem er fyrir okkur sem að horfum á þetta líffræðinga að gefa út og horfa á eina fiskitegund í einu og gefa út heildarkvóta eins og hún lifi bara sjálfstæðu lífi inn í skýrslu Hafró og það er auðvitað rosalega furðulegt og það sem er alveg ljóst að við erum alltaf að missa af sveiflunni þegar hún verður í núverandi kerfi. Þannig að ég ætla aðeins að skjóta einn svona viðvörum til hlustenda. Þetta eru miklu gagnrýnendur Hafró sem eru hérna og gagnrýnendum hættir oft til þess að einfalda það sem að andstæðingurinn er að gera. Þannig að ég býst við að ef hér sæti haffræðingur og fiskifræðingur frá Hafró þá myndu segja að togararallið er ekki svona bara reglan. Það er tekið tilliti til ólíkra stofna og svona þótt að séu gefnar út aflatölur á tiltekið stofna. Ég býst við að þau myndu andmæla eitthvað svona. Ég bið hlustuðu bara að hafa það í huga. Það fannst bara að vera snjallara í staðin fyrir að við væru einhverjir nokkrir menn að garga hvort og annan að hafa svona menn sem að væru þá taka gagnrýnendum saman hérna. Það kannski ekki þessu. En á ekki þessu. Við sem erum hérna í þættinum, við söknum þess að eiga geta samtal við Hafró. Og einmitt þessa þætti og það er kannski það sem að maður þykir eiginlega sárast í þessu. Það er að Hafró hefur að geta samtal. Ef við tökum til dæmis eins og COVID-umræðuna og sýnir styrk sóttvarnalæknis að hann býður öllum á fundi. Hann býður fólki sem er einfaldlega á móti í bólusetningum, Margréti Friðriksdóttur og eina sem gerist það þegar hann svarar þessu fólki að yfirvegun, hann styrkir sinn málstað og fær fleiri á bakvið sig í þeim aðgerðum sem hann er að fara. En okkur mætir svo mikil þögn. Þöggun. Herðu, Má ég bæta við það? Ólafur, já.
Já, ég tek undir þetta og sko, að því að ég held að hjá Sigurjóni, að því ég held sko, eða ég sakna þess að akkurat þessi fiskifræðilega og vistfræðilega umræða sé meiri í samfélaginu. Við höfum í tengslum við kvótakerfi verið að tala mikið eignarhald og peninga og það allt saman, en hvar fiskifræðin og hún getur ekki og á ekki að vera eign Hafrannsóknastofnunar heldur. Og ég held að það væri sko, þó að við séum að rausa hérna eitthvað, okkur ætti sú stofnun að líta á það sérstaklega sem einhverja gagnrýni, menn hljóta geta verið að reyna að ræða hlutina og reyna að skilja þá betur sameiginlega. Ég nefni sko, hvað umræðan sérstök og ruglingsleg og ég hef ekki skilið, það stundum brugðið á það ráð í útskýringum að hitastig sjávar hafi hækkað mikið og það sé að hafa mjög mikil áhrif á stofna hér og hvar. En ég nú verið svona að rýna í ýmis gögn og skýrslur undan þessar sömu stofnunar og kem bara ekki auga á þessar stórkostlegu breytingar. Þannig að það sem ég er að segja að sko, ekki stundum eitthvað að rekast á hvert annars horn og þá ekki gott að fá umræðu og ábendingar það. Hvar sjávar hitunin og okkur ætti stofna, þarf þá ekki útskýra okkur ættu stofnarnir að breytast eins og þeir segja þeir sé að gera. Hver skýringin? Þú séu mikið talað hagsmuni og minna fiskifræði, en þetta ekki tengt svona sem að því að Jón var að segja þetta að vera hagsmunir og Sigurjón var að útskýra þetta með kökun og sneiðin, að þeir sem hafa mestu hagsmunina og eru svolítið látnir algjöra forystu í sjávarútvegi sem eru stórútgerðirnar, að þær meta það svo að hagsmunir mínir að því halda í þessari sneið að þessari köku, þótt að ég sé kannski búin að gefast upp á því að hún nokkuð tíma stækka, eru meiri heldur en að hleypa í gang einhverju umræðu sem getur leitt til þess að kakan ekki lengur til, þannig og snarare ekki sneiðin mín. Þannig að hagsmunir á að viðhalda kerfinu ekki bara metnaði vísindamannanna og svona mannlega, þegar við getum skilið svona mannlega nenni ekki að vera að hlusta á gagnrýni á störfsmanns, heldur þetta bara gríðarlega ríkir peninganir hagsmunir sem eru líka bara þjóðfélagslegt vald sem að veldur því að umræðan sko, líffræði hafsins hér inn á samstöðinni. Má ég nokkuð aðeins koma inn í umræðuna? Ja. Það hérna smá athugasemdir sem ég langar að koma á framfæri. Mér finnst mjög gott sem að Ólafur var að segja á þann að sko, eitt af því sem hefur alveg verið bara gengið framhjá að fiskveiðar, lifandi fiskveiðar eru bara látlausar fiskirannsóknir. Og þetta bara hlutur sem að því miður hefur ekki verið veitt nóg athygli. Og Ólafur sagði líka að ég teldi að fiskeldi væri uppfinning djöfulsins. Það ekki alveg rétt hjá þér, Ólafur, en mér finnst hins vegar að fiskeldið eigi að hypja sig upp á land með sjálft sig. Og það vill svo til að það eitt fyrirtæki í landinu sem að hegða sér skikkanlega í þessu og það vill nú svo til að það samherji. Þannig að Þorsteinn Már löngu búinn átt sig á því að þetta eina vitsi, það að vera talandi djöfulinn og uppfinningar hans. Allt ekki svona drengur. En sko, þú spurðir ágættra spurninga þarna rétt áðangunar, hvers vegna ættu kvótahafar að hagnast á því að veiða minna? Já. Þetta nefnilega alveg helvíti góð spurning og ég tel mig vera með svar við henni og það ósköp einfaldlega það að kvótakerfi, það kerfi skorts og skorturinn gerir það að verkum að verðmæti aflaheimildana ríkur upp úr þakkinu plús það að vera með skort á veiðiheimildum, það kemur í veg fyrir samkeppni. Ef að skyndilega þið gefin hér út 350.000 tonna þorski, þá myndi alveg fullt af duglegum fólki fara að stofna fiskvinnslur og útgerðir og ég veit ekki hvað. Og verðið á veiðiheimildunum myndi væntanlega síga dálítið hraustlega niður. Þeir hafa engan áhuga á þessu. Þeir vilja bara sitja að þessu og ráða þessu.
En varðandi það sem að Jón Kristjáns talaði varðandi humarinn, þá ég hef alveg velt þessu fyrir mér sem að hann var að segja, en það eitt sem að mér finnst þótti merkilegt, að humarstofninn hérna, hann virðist vera bara nánast horfinn. Við austurströnd Bandaríkjanna og Kanada eru miklar humarveiðar. Það eru eingöngu stundaðar í gildrur og ástand þessara stofna hefur verið mjög gott á annað 100 ár. Hvorki meira en minna. En varðandi það að hitastig væri að hækka mikið, þetta alveg hárrétt athugasemd að það hefur verið að lækka fyrir Norðurlandi, Vesturlandi og Suðurlandi síðan 2003. En samt heyrum við síbiljunum það að þetta sé alltaf hitna til helvítis. Það nú ekki ráð að fara bara að lesa gögnin sem eru á heimasíðu Hafrannsóknastofnunar. Nóg í bili. Ég að velta verið mér af hverju þetta svona, já, þetta Sveinbjörn sem að byrja morðið? Þetta Sveinbjörn, ég búin að þegja Sko, þetta búin að vera gaman að hlusta á menn, en gera aukvistar á ferðinni, eins og Jón Kristjánsson og fleiri hérna. Og sko, auðvitað þetta eingöngu hagsmuna barátta og það sem kannski það sem erfiðast í þessu og samvisku spurningin fyrir Hafró það að þeir getur gera sig að svona undirstöðu átillu til þess að verðleggja frelsi til fiskveiða á Íslandi og náði þannig af íbúum sjávarbyggðanna sem höfðu haft það svona áður. En það sem ég veit ekki kannski vekja athygli á, sko, ef að menn hefðu nú áhuga á því að lesa úr tölum, að því að Jón var með svo góða mynd þarna áðan, sem seinni myndin sem var samanburður á afla og nýliðun og fleiri. Hrygningarstofni og nýliðun. Já, hrygningarstofni og nýliðun, sko, en sko það ákveðin ef þú skoðar þetta og bættir inn í aflatölunum, þá myndur þú sjá að það ákveðið samræmi milli afla og nýliðunar. Það að segja því meiri afli, því meiri nýliðun. Og ef að Jón færi síðan og skoðaði sko hvenær vaxtarhæðin mestur og byggir til graf það, þá myndi hann líklega fara í sömu átt, því meiri veiði, því meiri vöxtur. Þess vegna það alveg augljóst mál að það hefur skortst á grisjun fyrir afla og nýliðun. Og þetta sem ég sagði, þetta fáa sem ég sagði hérna upphafi fjallar eingöngu það hvað líffræðilegu kostnaður hvert kíló breytilegur í stofni eftir hvort fiskur gamall eða ungur. Og þetta kom reynda fram hjá Jóni mjög stýrt áðan með grisjunna. Og mér finnst þetta orðið meira í tveima menns við að reyna að hilma yfir samsæri sem átti sér stað fyrir löngu síðan. Ekki nóg með það að menn notuðu sko í fyrsta lagi var þetta sett á. Það sem gerist það að hagsmunaaðilar fá stjórnvöld til að búa til kerfi. Fyrsta fórnarlambið alltaf frelsi, hið almenna frelsi sem áður var ríkjandi, því fórnað. Þegar að síðan peningarnir eru konir á nóg að fáar hendur og menn eru konir í aðstöðu til þess að græða nóg, þá nota þeir mikið af peningunum í það að bara punda út göbbelskum áráður ágæti viðkomandi fyrirkomulags, það sé besta í heimi og svo framvegis. Þangað til að þjóðin orðin ærða þessu bulli og þarna að segja við viljum að fá að njóta árangursins af þessu besta kerfi í heimi sem að þjóðin hefur notið svo góðs af þeirra sjálfsögn. Ég segi bara, ekki komin tími til að manni sig bara upp í og segja, ekki komin tími til að þeir borgi skaðabæturnar af því tjóni sem þeir hafa valdið þjóðinni. Og það verður kannski bara þannig það hver á að bera ábyrgð á þessu tæmi. Hafrannsóknastofnun ekkert stikkfrí af því. Allar alvöru vísindastofnunir, þær eru fegnar gagnrýni vegna þess að gefa þeim tækifæri til að láta ljósið skína. Þessi stofnun búin að halda tjaft í 30-40 ár og jafnvel þaðan að verra. Vegna þess að jafnvel þó að jafngildir aðilar eins og Jón Kristjánsson hafi sett fram skoðanir sem voru kannski miklu réttari heldur en þeirra, þá hafa þeir ekki mætt honum á þessum grundvelli. Og maður heyrði hérna á fyrsta árunum allslags svona bara, hvað ég að segja, alltaf því skítkast út í hann fyrir það að hafa þessar skoðanir og vera mögn á mótið þeim. Ég verð nú að segja alveg eins og að mér finnst bara að þetta sé orðið það alvarlegt dæmi, hvað mig varðar fyrirgefið, sko, ég svona eftir 30 ára svona stúderingar og pælingar,
þá hef ég að hluta til glatað virðingunni fyrir vísindagreininni sem heild. Þetta skelfilegt að horfa upp á þetta. Það sem að þið sáu þarna áðan á grafinu, seinna grafinu Jóns, það bara, ef þú ætlar að nota vísindaleg gögn, þá myndir þú sjá að það þarna aflinn og nýliðun það eina sem myndir passa saman. Kannski sýnir því meira sem veitt, því meira nýliðun. Og því meiri vöxturinn líka reyndar og þetta alveg augljóst hlutur. Herðu, má ég að spyrja þig hérna, Sveinbjörn, nú verður að tala það að þetta hefði kostað okkur eitthvað, að við hafum raunlega verið að afla minna en við hefðum annars geta gert og það voru að tala um langan tíma, bara bráðum 40 ár. Ef við ættum að vera með einhverja þumalputtareglu, hvað myndirðu segja að það væri mörg þúsund tonn af þorski á ári? Þetta einhver staðar milli 150 og 200.000 tonn á ári eftir hvað tölur þú vel. Þú getur náttúrulega alltaf valið. 150 til 200.000 tonn? Á ári, já. Þetta komið í 5 milljónur tonn af þorskafla sem miðað við mestu veiði sem vantar. En svo getur alltaf valið vegna þess að það sem þetta segir okkur það að þó þú hefur veitt 50.000 tonnum meira eða 100.000 tonnum meira árlega allan tíman, þá hefði það ekkert gert nema að bæta stöð okkar vegna þess að þá hefðum við tekið aðeins hærra hlutfall af því sem varð til við grísjun í vexti stofnsins. Það semst aukið, það bætt ástandi en ekki gert að vera. En 150.000 tonn, Sveinbjörn, 150.000 tonn á ári, ef að, ég fer bara inn á einhvern markað hérna og sé að meðal verða yfir einhvern ákveðin tíma rétt undir 500 krónum. Þá það 75 miljardar ári. Þetta eru þessar tölur, ég var nú áður en að verðið var svona hátt, var einu stundum að reikna þetta út, Þessar tölur eru svo háar að allt annað í íslensku hagkerfi hverfur í skuggann. Og það er þetta tjón sem að stjórnmálamennir, stjórnmálamenn, þeir eiga að hafa það hlutverk að verja frelsi almennings til allra athafna. Það er að segja allt sem hægt er að leyfa að gera frjálst, það á að leyfa vegna þess að það er ódýrasta aðferðin við að fyrirkomulega við að deila réttindum til að gera það. Það er að segja frelsi er grundvallaratriði hvað þetta varðar. Þegar að stjórnmálamenn fá svona kerfi, þar sem ákveðin hópur sem þá yfirleitt stórfyrirtæki, þá lenda þeir í þeirri krísu að þeir vilja alltaf veita þeim forsenduna. Ef þeir hlustið á umræðu kvótahafana, þeir segja við erum í blóðri samkeppni erlendis við risastór fyrirtæki, þau verður að gera okkur voðalega gott hérna heima fyrir svo við getum staðið eitthvað í þeirri samkeppni. Og það er alltaf þessi forsenda sem notuð og stjórnkerfið í stað þess að verja hið almenna frelsi, þá gerast þeir svo aumir þjónar þessara stórútgerðar að þeir fara að sópa í burtu trulluköllum og smábátum sem að veiða fisk sem að skiptir engu máli í líffræðilegu samhengi þessa kerfis til þess að þeir fái algjöran frið hérna heima fyrir. Þetta er nákvæmlega sama bara að vera að gerast í hennum stóra heimi hvað var það stríð og frið. Það er bara einhver sem vill fá fest og stöðuleika. Hann segir ég vil fá að ráða yfir löndunum í kringum mig og þetta er alveg eins og með hina. Þetta er bara sömu rökin. Bara kúa þessa litlu og sópa þeim í burtu og stjórnmálamenn hafi tekið að sér þetta þjónustu hlutverk að sópa hisminn í burtu svo stóru karlinn geti haft breiðan og góðan veg og staðið samkeppni við þessi risastóru erlendu fyrirtæki sem eru að keppa við á almennum grundvelli. Og það eru öllum skít sama líffræðina bak við þetta. Það er ekkert annað en lygi ef hafravatn að bera henni fyrir sig áfram og það vita það allir og þeir vita það sjálfir. Herðu, Jón, má ég enda á þér? Segjum að þú fengir að ráða og það væri bara stóraukin afli af því að það er nú... Já, og ég ætla aðeins að vikja þessu tjóni. Áður fyrir fóru arðurinn af fiskveiðiauðlindinni í gegnum æðarnar á þjóðfélaginu með því að landað út allt land, skapa alls konar aukavinnu við alls konar störf og jafnvel bændur og allir. Núna fer þetta bara í gegnum sveikameiluna stóru og það eru undirverðlagning og það er erlendar eignir og allt þetta dót sem þannig að kemur ekki einu sinni gjaldið af þessum fiski úr sjónum, hann kemur ekki einu sinni hingað. En varðandi
varðandi það sem ég myndi gera, ég sagði það einhvern tímann að ráðið væri það að sleppa að framan og sleppa að aftan, það er að segja, gefa veiðar frjálsar. Og ég skýri það með því að hér voru veiðar frjálsar sem gerðu ekkert annað en það að það var miklu meiri afli, það voru sveiflur upp og niður, en eina ráðið við til að draga úr þessum sveiflum, það er að veiða. Til þess að koma í veg fyrir niðursveiflu sem er af hungursneiði. Og eins og hann var Sveinbjörn var að segja, þetta samhengi milli afla, nýliðunar og hrygningarstofns og vaxtar. Ég sýndi fram á það í Færeyjum úr 40 ára gömlum gögnum að það er alveg 100% samhengi í þessu. Þegar að vöxturinn góður, þá er nýliðun góð og það er afli mikill og öfugt. Og þegar hrygningarstofninn stór, þá er nýliðun lítil. Þegar hrygningarstofninn lítil, þá er nýliðun mikil, af því það er minna étið að þessum fiski og svo fræðir. Það er að sýna þetta í 40 ára keðju. Ég sýndi þetta einu sinni á fundi á Ísafirði. Þetta línuritt og þá heyrði ég að hann sagði stofnvistfræðingurinn þannig á Helliú, hann satt á fremsta bekk, hallaði sér að næsta manni og hann segir, hann hefur lagað til tölurnar til þetta passi. Færeyski fiskifræðingurinn sagði við mig í Kaupmannahöfn þegar ég var að flytja þetta erindi fyrir ráðherrann. Hann sagði, ég sagði, sérðu þetta ekki, finnst þetta ekki sniðugt? Jú, man kann få det til að se slík út. Það er sem maður getur lagað tölurnar svo að verði svona. Þetta er gagnrýnin og umræðan sem ég hef fengið, það er ekkert rætt. Og varðandi þetta að veiða frjálst sem var hægt, það er löngu búið að prófa það. Það var gert fyrir 100 árum í Noregi þegar Knut Dahl var að merkja fisk til þess að meta stofninn. Hann sagði þetta var lítið vatn. Það var engin vandi, ég var fljótur að fá 30% af merkjum tilbaka, ég gat aldrei fengið meira en 50%. Og af hverju var það nú? Fiskurinn búinn að læra á hann. Annað, í Kanada voru menn að rannsaka lítið bleikjuvatn og þeir sögðust hafa farið í 25 ár og 5 ára fresti og veitt allt úr vatninu. En þegar komu eftir 5 ár, það var allt eins. Og það var eftir sem hafi verið það, hann lærir á veiðarfæri. Þetta er marg. Jón, af því að mér langar aðeins að spyrja svona hvað þarf til þess að geta breytt þessu. Og eitt er það að ef að þú mundir fá að ráða og þú mundir leggja til meiri veiði og við fengjum þess að 75-100 milljarða aukalega í nokkur ár og svo bara puff, bara alltaf fiskur í búinn. Það er óttinn við það að taka ákvörðun sem getur haft slíkar afleiðingar, getur það ekki loka menn inn í því að frekar að viðhalda þessu kerfi sem hefur kannski svona meiri skaða til lengri tíma en svona smerri í bútum. Getur, þú veist, að því að menn standa frammi fyrir svona ákvörðin svona óviss og svona. Og ég bara velta fyrir mér, af hverju eru menn fastir í því að hanga í kerfi sem að menn kannski grunar að sé ránt en get ekki breytt í vegna þess að áhættan er svo mikil. Áhættan, ef að grannt er skoðað, þá er hún eiginlega engin. Ef að skoða sögu mannkins, þá hefur ekki tekist að útrýma einum einasta fiskstofni með veiðum. Það er bara þannig. Það er horfið fiskur eins og við Nýfundnalanda, þá var kuldi, hitinn fór niður nokkra gráður, niður fyrir frostmark í nokkuð tíma og það hurfu allir fiskstofnum. Þetta var kallað ofveiði. Það var 1.000.000 tonn af þorski sem hurfu, þeir eru ekki neitt, ef það var eitthvað svoleiðis. Og þarna voru nýlega farnir út allir útlensku togararnir, þannig að sóknin var miklu minnið og að Kanadamanni voru þá að byggja togara. Og samfara hungri og minnkandi veið, þá er bara eitt sem gerist, það verður hrun í stofnum. Herðu, þetta var að loka orðin. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu og ræða kvótakerfið og þá fyrst og fremst líffræðina sem að liggur að bak við ráðleggingum Hafrannsóknastofnunar. Sigurjón Þórðarsson, Ólafur Sigurgeirsson, Artúr Bogason, Jón Kristjánsson, Sveinbjörn Jónsson og Ólafur Jónsson. Kærar þakkir. Hlustendur þakka ég fyrir að staldra hérna við. Við munum halda áfram umfjöllun kvótakerfið. Ég er ekki alveg klár á því hvað verður svona næsta umfjöllunarefni en það verður eitthvað skemmtilegt
og svo hvet ég ykkur líka til þess að fylgjast með öðrum þáttum hérna á Samstöðinni. Ég hvet ykkur til þess að læka síður Samstöðuna bæði á Facebook og YouTube og þið sem að vilja taka þátt í því að byggja upp Samstöðuna og þá umræðu sem að hér fyrir fram, hvet ég til þess að ganga í Alþýðufélagi sem er fjárhagslegu bakkjarl dagskrárinnar hér á Samstöðinni. Það er gert með því að fara inn á samstöðin.is, en ekki með einu eði eða eða eins og þess, þetta bara eins og það er á netinu. En í kvöld, seinni kvöld verður þáttur hér sem heitir miðnætti í Kænugarði. Þar erum við að fjalla ýmsa þætti stríðsins í Úkraínu. Í kvöld munum við fjalla gagnrýni á breytingar á útlendingalögum hérna heima. Við munum fjalla efnahagslegar afleiðingar stríðsins og viðskiptaþvinganirnar bæði á heimshagkerfið og líka hingað hérna heim. Og svo munum við halda áfram að skoða stríðið frá öðru sjónarhóli heldur en þessari deild sem við erum í hérna í Vesturlöndum og Evrópu og munum tala við konu sem býr í Mogadishu, hvernig þetta stríð horfir við fólkinu þar. En ég þakka fyrir í kvöld.